Alveg. Varstu búin að kveikja á hátalunum? Á mikrofónum? Já. Jæja, góðan dag, kæru vinir. Og þarna, ég vant að vinna upp. Nei. Það alla fræðinga á Fernandel. Það er komið ræðilegt, það er einhver fannlega. Þetta er nefnilega athyglisverður punktur sem það er að taka upp. Hún og fræðing á Alexander sem ætlaði að segja okkur frá gagnreyndum upplýsingum meðgöngu og fæðingu og fróðleiksmála þá í, við getum ekki verið til að vita hvað það er fyrir, og Járn Sigur hann að fyrir svo væri. Já, góðan daginn og gaman að sjá ykkur. Velkomin til 17. febrúar. Það munar bara einum þarna, en svona gerist þetta í prófverkinni. Ég er í góðum hóp núna og aðalefni dagsins er að benda ykkur á og fróðleiksmála þ í H. Einu vefsíðuna sem ég veit af sem við getum notað þ og við getum notað í. Og en ég ætla að hafa smá inngang áður en þær taka við Snædís og Harpa. Við erum að leita upplýsingum. Við viljum hafa það eins öruggar og hægt er. En það skiptir máli hver er að leita og fyrir hvern. Það er ekki sama sem það eru upplýsingar fyrir konur sem er nýorðnar óléttar, þungaðar, eða hvort við sem vísindamenn eða sérfræðingur á sjúkrahúsi. En við ætlum ekki, þarna getum við farið mjög djúpt niður og haft heila fyrirlestur bara út frá þessum sjónarmiðum, en við ætlum ekki að gera það í dag. Við ætlum að segja, hvar finnum við upplýsingar? Hjá þeim sem eru ekki alveg að byrja í fæðinu, þá fara þeir í bókaskápinn sinn. Og það er vaxandi óreiða í honum, en vonandi ekki upplýsingaóreiða. Hérna þeir sem hafa verið komin á skrifstofuna til mín og vita hvar bækurnar eru, hérna eru mestu dýrmætin. Og þarna í eru mjög góða bækur sem ég treysti önnur amerísku og hin bresk vandamál í þungun. Og kannski svo sem vinstri sem er mest notuð og oft hringt í okkur, það er varðandi lyf á meðgöngu. Þetta er biblían okkar, hún er á bókaformi, við höfum ekkert annað eins gott á netinu. En samt ætla ég að fara í þessa bók sem er líka hillunni. Og hún er hér. Sem kemur út önnur útgáfa því ég er að byrja í sérnámi, og ég vil að segja breytti svo mörgu. Þetta er samantekt á tveimur stórum bindum sem að hópur manna fór í að gera svona upp úr 1980. Þeir söfnuðu öll efnisingandi fund, alls er búið að skrifa heima til þess að finna óbirtar niðurstöður og reynda að koma þess saman hvað er besta þekkingin í dag á þeim tíma. Og síðan 89 kemur fyrsta bókin af þessu sem er svona samantekt. Þetta voru, því þá höfðu ekki netið, þetta voru guidelines á þeim tíma í þessari bók. Og þessi gagnagrunnur fer síðan inn í Cochrane-safnið og eru upp á Cochrane-safninu og það sem var eiginlega svona mikilvægt sem kemur fram þarna er það að farið yfir allt sem til er varðandi það hvort það borgi sig að gefa stera meðgöngu ef var hætta á fyrirburafæðingum og sem sýndi sig fram á það að það fækkaði dauðsföllum á fyrirburum. Og takk eftir Lógóin fyrir Cochrane sem núna til að fara fyrir alla sérgreinar. Lógóið er byggt á fyrstu myndinni sem var sett fram á hennar sérstakar hátt hvernig sýnum fram bestu evidence. Þetta er frá fyrstu rannsókninni, fyrstu samantektinu notkun á sterum. Þannig að þaðan kemur það. Þetta sýnir hvað Cochrane á mikla djúpa rætur í okkar fæi. Hvað er bókasafnið? Ég fór að leita því, ég fann ekkert bókasafn. Svo við getum gleymt því. Það nú erum við komin á netið. Margar leiðir að finna á netinu, en hverju má treysta ef við förum inn á Google og ChatGPT ef ChatGPT gefur okkur niðurstöður getum við treyst í? Ég held ekki. Allan myndi ég ekki þora það. Það eru þá textabækur á netinu sem ég ætla að nefna fyrst hérna og ætla að nota aðstöðu mína til þess að nefna sem ég held alveg frábært og einstakt framtak okkar Norræna sambands Norræna fyrir NFOG sem reyndar ég forseti fyrir í dag.
að fyrir nokkrum árum síðan þá ákváðum við að gera textabók í okkar fagi sem yrði opin á netinu, ætli með læknastúdendum á Norðurlöndunum, en opin allan heim og þannig sem að segja að vonandi verður gagni hvar sem í heiminum og við vonandi erum svo góða læknisfræðar á Norðurlöndunum við getum verið stolt af því. Og Danirnir voru svo vinsamlegir að hýsa bókina fyrir okkur inn á Sundhed og þarna til þess í obstrykinni þá með 32 kafla og hver kafli með 35 höfunda frá sikkur Norðurlandana og einmitt þarna kafli 22 preeklampsíuna, það einmitt það sem ég er að vinna í akkúrat núna að endurskoða með góðu fólki. Ég held að þetta sé einstakt framtak. Up to date þetta, má segja textabók, en það ekki bara í okkar fagi heldur við á óbúslega góðu texti þar. Svo þetta alveg urmullar ítrýndum greinum, samantektum, systematic review, allt þetta. Hvernig á að finna þetta? Það getur erfitt, en við erum að leita vel og þetta sjáandundur ekki, þetta af heimasíðin okkar. Við erum með linka þarna í ýmsu gagnagrunna til þess að hjálpa okkur að finna það sem okkur vantar. Hann þarna. Hann eitt af þeim þarna, PubMed, Medline, Google skólar og fleiri gagnagrunnar sem ég getur fundið þarna. Þannig ég bendi ykkur að þetta sama teki á síðun okkar heimasíðunni, hvert ég getum farið til þess að finna þetta. Og svo kemur að klínísku leiðbeiningum. Það rosalega mikil vinna að vinna upp klíníska leiðbeiningar. Þannig við getum skipt dálítið upp hvar verið að vinna frumvinnu til þess að finna bestu evidence og hvar verið afleitar. Til dæmis klíníska leiðbeiningar hér hjá okkur eru afleitar öðrum og staðfærðar. En hvar ég sagði ykkur hérna frá Cochrane, það reyndar ekki leiðbeiningar, heldur það þá systematic review að finna bestu evidence sem fara þá inn í leiðbeiningar. Og ég held ég sé enga hallað að segja að vinna sem verið gerð í Royal College í London, Royal College of Obstetricians and Gynecologists, hefur verið alveg í fararbroddi í heiminum og þarna hann ekki bara í klínísku sviðinu, heldur líka upplýsingar fyrir sjúklinga, skjólstæðinga og fleira. Og grunni fyrir marga. Auðvitað við leitum hvar enskumælandi. Og NICE færst yfir þar mjög góða leiðbeiningar að sjálfsögðu sem ekki gleyma skotunum. En þarna náttúrulega að taka fyrir það sem ensku, fyrir þá sem eru fatlaðir og get ekki lesa hana ensku eins og ég sjálfur. Því miður get ég ekki notfært mér önnur lönd eins og vel, en förum til Norðurlandana, það eru gríðarlega góð vinna í bæði Danmörku og Noregi. Og ég hef farið einu svona fund hjá dönunum þar sem eru að vinna í leiðbeiningum, ofboðslega flott vinna. Það með 127 titla, þetta opið, 67 titlar hjá Norðmönnum. Svíarnir með annað kerfi, hjá sérstaklega bækur sem hægt að kaupa. Það ekki opið. En þeir eru með þarna Janus Info sem mjög góð lyf og meðgöngu. Og ég sitt þarna hliðina myndina Briggs. Þessi myndin EBCOG, Evrópukollegiið ekki með leiðbeiningar. En það sem ég ætla að minna mig á þarna, mikið væri gaman að kunna frönsku eða hollensku. Ég vissi eða þýsku og tala ekki finnsku. Eins og Finnarnir eru góðir að gera öll uppgjör. Og fyrir mér. Miður. En ég verð að treysta á enskuna. Og þá stundu fyrir maður, þarna svo hinn ýmsu alþjóðasamtök, þarna eru samtök sem eru að vinna rannsóknum preeklampsíu, gríðarlega góða leiðbeiningar sem við notum. Við getum farið til Ameríku, ég nota minna til þess að America College, það eru lokaðir leiðbeiningarnar þar, þannig að maður hefur ekki aðgang að þeim, en það aðgangur opinn hjá Society for Maternal-Fetal Medicine. Hérna mjög merkileg síða sem alveg til fyrirmyndar. Þetta FIGO alþjóðasambandsins, þarna margt fólk hingað heim sem safna saman inn góðum upplýsingum. Þetta kannski meira miðað við þau lönd sem hafa minni fjárráð til að setja upp sína eigin leiðbeiningar. Komum til Íslands. Hver kona sem þunguð og vantar upplýsingar meðgöngu og fæðingu, hún fer inn á heilsuveru. Fær flottar upplýsingar meðgönguverndina og svo fer hún á ljósmæður.is og það líka mjög góð upplýsingar þar. Við förum inn á síðu Landspítalans, það sem búið að alveg gríðarlega mikið góðu efni á kvennadeildinni. Og hérna bara mynd sem ekki hægt að sjá, en það ætlaðist ekki til að sjá hérna, bara sjáu hvað eru ofboðslega margir titlar og mjög góð vinna sem við færið þar fram. Og við hefum séð unnið upp úr þessu.
hjá okkur og mest byggt upp á leiðbeiningum Landspítalanum. Nú er ég búinn að eyða alltaf miklu tíma því nú ætla Harpa að taka við. Takk fyrir. Ég heiti Harpa, er í sérnáminu í heilsugæslunni hérna á Akureyri og ég ætla að byrja að segja stuttlega frá þ í H sem er Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu. Maður getur farið beint inn á þetta þ í H eins og Alexander sagði áðan. Þetta eru sem sagt þarna inni eru leiðbeiningar fyrir fagfólk sem að vinnu með þunguðum konum í rauninni og þessar leiðbeiningar eða fróðleiksmólar eru í reglulegri endurskoðun og unnið í samvinnu við fagfólk kvennadeildar og fæðingarlækna á landsbyggðinni sem er Alexander, þessir fæðingarlæknar og þetta er rýnt mjög reglulega og það sem er svo gott við þessar leiðbeiningar er að þær eiga við alla landsbyggðina, ekki bara Landspítala eins og stundum er með leiðbeiningar. Og sérgreinalæknar koma að gera það sem við á. Og þegar maður fer inn á þessa síðu þá fer maður eins og segja á þ.ih.is og þá birtist hún svona og þú getur farið þarna í fróðleiksmóla mæðraverndar og þá kemur þetta upp og þú velur þarna leiðbeiningar og fróðleiksmóla sem er þarna græn blálitað uppi og þá birtast þarna fullt af góðum fróðleiksmólum sem er gott að skoða ef manni vantar upplýsingar. Mér finnst þetta sérstaklega gagnlegt á heilsugæslunni þegar ég hef unnið þar. Þetta er praktískt og ég veit til dæmis ekki hversu oft ég hef opnað fróðleiksmólum lyf á meðgöngu sem er mjög svona skipulagður og þægilegt að leita sér af upplýsingum. En ég ætla að taka fyrir þennan fróðleiksmóla sem heitir blóðleysi eða járnskortur á meðgöngu og þetta eru nýlega uppfærðar leiðbeiningar og svona það sem gerist í meðgöngunni sem þarf að hafa í huga er að það eykst framleiðsla á rauðum blóðkornum ásamt rúmmáli blóðvökva. Rúmmálsaukningin, hún er hlutfallslega meiri sem gerir það að verkum það verður þynning og þar af leiðandi getur orðið lækkun á hemóglóbíni. Járnþörfin, hún eykst á meðgöngu og járnskortur er algengasta orsök blóðleysis á meðgöngu eins og almennt hjá konum á frjósemisaldri. Járn gegnir mikilvægu hlutverki í myndun rauðra blóðkorna, myndun fylgju og fyrir eðlilegan vöxt og þroska fósturs. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þungaðar konur fái járnuppbót ef þess er þörf. Áhættuþættir fyrir járnskort er sem sagt fyrirsaga blóðleysi, fjölburameðganga, minna en ár frá síðustu meðgöngu, einhæft fæði, grænkærafæði, bólgusjúkdómar í meltingarfærum eða saga efnaskipta aðgerð. Þetta eru greiningaskilmerkin í fróðleiksmólanum og þau eru ekki alveg eins og hjá almenning og skiptir aðeins máli hversu langt konan er komin og svo framvegis. Og það er þarna við 12 vikur þá er það ef hemaglóbín er undir 110 og við 28 vikur ef hemaglóbín er undir 105 og ferritín er talið lækkað ef það er sem sagt undir 30 en ekki undir sem sagt 15 eins og er svona hefðbundið. Skimunin er þannig gerð að í fyrstu komu sem þegar kona kemur í mæðravernd þá er mældur blóðþagur og ferritín og þetta er nokkuð nýlega komið inn hér, það er það sem er verið að skima með því að mæla ferritín hjá öllum konum. Þetta hins vegar hefur verið í til dæmis dönskum leiðbeiningum síðan 2016. Við 28 vikur þá er hemóglóbín stigsað og við tvíburameðgöngu þá bætist við stigs við 20 vikunar. Ég setti upp töflur sem eru í fróðleiksmólanum, ég ætla ekki að lesa allt í töflunum en þið getið nálgast þær í fróðleiksmólanum inn á þ.ih. En hérna til dæmis sjáum við ef hemaglóbín er ekki lækkað og ferritín er hins vegar lækkað að þá er álagt að nota dúroferón sem meðferð og það er gefið annað hvern dag. Og við þurfum að fylgjast með því að konur sé að svara meðferðinni. Við gerum það með blóðprufum og ef það er góð svörun þá er bara óbreytt meðferð, ef ekki að þá þarf að íhuga járngjöf
og það væri þá með Monoper. Hér tafla sem sagt fyrir ef hemoglóbin vægt lækkað, sem sagt 90 til 110, þá þurfum við að kíkja á sem sagt ef að ferritín eðlilegt, að þá þurfum við að kíkja á sem sagt blóðhaginn betur og þarna gagnlegt að skoða MCVAF og MCH og þarna þarf maður að hafa í huga sem sagt þalasemíu, B12 skort eða þetta bara járnskortur og svo framvegis. Og ég setti hérna upp sem sagt gildi fyrir B12 á meðgöngu og það mikilvægt að þekkja þessi gildi af því að þau öðruvísi og þetta eftir trímesterum eða þriðjungum og það eðlilegt að B12 lækki á meðgöngu og þess vegna svo mikilvægt að þekkja þetta því ef við værum að fara bara eftir hefðbundnum gildum þá værum við að greina allt og margar konur ranglega með B12 skort. Hérna komið þess að ef hemoglóbin orðið undir 90 að þá þurfum við að vinna þessa konur upp og það gert í samráði við blóðlækni og fæðingarlækni og hægt að vinna líka á heilsugæslunni. Hér held ég áfram þarna erum við komin í 28 vikunar þar sem verið að stigsa hemoglóbin og þarna sjáum við líka ef að hemoglóbin mælist þarna undir 90 að þá frekar uppvinnsla og það sem maður þarf að hafa í huga þarna að þegar það eru komnar 28 vikur þá þarf maður að íhuga vaxtarmat. Hérna sem sagt hátt ferritín, hækkun á ferritín eðlilegt í meðgöngu en við þurfum svona að fylgjast með því hversu mikil hækkunin og hér nefnt sem dæmi ef að ferritín 200 til 1000 að þá þurfum við alltaf að hafa í huga sýkingu sem getur auðvitað valdið að hækkun á ferritíni og þá gott að senda þvagræktun og svo endurmæla eftir 3 vikur að bæta við CRP. Ef hækkunin viðvarandi og til dæmis komin yfir 1000 að þá þarf að skoða þetta eitthvað betur. Mat heimilislæknis eftir þörfum og tilvísun á blóð ef þessu þörf á. Almenn ráð, járn úr kjöt og fisk sem sem sagt hemjárn, það frásogast 2 til 3 sinnum betur en non-hemjárn sem fengið úr jurtaríki og dæmum járnríkt fæði. Non-hemjárn til dæmis spínat, linsubaunir, hnetur og fleira. Og þetta non-hemjárn talið vera 95% af járni í hefðbundnu eða venjulegu mataræði. Það hefur ekki verið sýnt fram á að járnmixtúrur eða fjölvítamíntöflur beri árangur og það sem getur til dæmis truflað fjölvítamíntöflur að það í þeim alls konar önnur efni eins og steinefni og það getur minnkað frásögn og svo svona í lokin að segjum að við erum kannski með ófríska konu, hún komin 32 vikur og hún greinist með mikla anemíu eða mikinn járnskort, að þá höfum við ekki tíma til að ná því upp fyrir fæðinguna og það svo alvarlegt af því að við vitum að það eðlilegt að það blæðir eitthvað í fæðingu og það getur blætt mikið og þess vegna svo mikilvægt að grípa þessar konur fyrr og að skima þær og minnka þá líkunar á að þær þurfi blóðgjöf og líka bara að séu lengi að ná sér og svo geta það bara fengið alvarlegar afleiðingar líka því að missa mikið blóð. En ég var ekki með meira. Þegar að taka spurningar núna í endan. Þetta ekki 2 spurningar. Í Danmörku svona leiðbeiningar með að allar konur frá 10 vikur taki járn. Það eitthvað sem á að innleiða hér, veistu það? Sko, ég kann taka það vegna þess að þetta dálítið umdeilt atriði og má segja meðan annars með því að gera það svona, þá það til þess að þær sem að þurfi ekki taka að geta maður pína af því sig. Þetta ekkert skemmtilegt að taka upptöku. Þetta Magnús þetta ekki
Já, akkurat, og þannig ef við getum, þetta ekki verið mikilvægt allar konur, þetta var þannig að allar konur voru settar í járn. Nú nota járn til þetta, staðir að bjóða þau. Og en þetta er allavega einn til þess að einhverja geta á sloppið. Og meðferðin verður þá markvisleg. Og þetta er til þess að annars þú getur sloppið eins og konur sem, ekki sloppið, við lendum í þessum vandræðum 34 vikur, 35 vikur, það er algjörlega búin og við finnum það er lágvægt blóði, það er algjörlega jafnblóðsöfnum en í 6 fyrir tíma eitthvað, við bara ræðum það. Reyna að sleppa við það er mjög mikið gagnum. Þessi vefsjóð þetta. Það hvaða gætlar þú ferði? Og ég því ég var reyndi, ég tók átti að vinna þessu gætlar eftir nótið dönsku og ég fór líka bresku. Og þetta er svona aðeins mismunandi hvað það er sagt þetta, en þetta er inn á þessu línu og við ákveðum að fylgja dömum. Það var þetta í Töflungsónsendir, það var eins og hvort sem væri með anemíu eða ekki anemíu og bara þegar færi tíma til 37 þá voru alltaf að gefa járn. Já. Það má segja, Já. þú voru óháð hemoglóbíni. Já, og það hefur, Og sömu, já, og það hefur alveg verið, það eru einhver rannsóknir sem sýna á að ef að bara járnskortur, þó að sé ekki anemía, þá eru auknar líkur á að svona eiga léttburra. Og það var ein tafla var með anemíu, Já. ein ekki með anemíu. já, Og hvorugt var járnskortur, samkvæmt skilgreiningunni, en þá var þú fá járn annað. já, Það er rétt hjá þér. ég ætlaði að bæta við í þetta, svona kannski áskoranir í þessu er að það er rosalega hár fjöldi sem að þolir illa dúrafjara og þá er maður svolítið í vandræðum með þessar konur, sko, hvenær á maður að gefa þeim járn og svona fyrst að þessar járnmixtúrur þetta hefur ekki sýnt fram á að það virki en mér langaði líka að spyrja ykkur hvort þið hefðu reynslu af þessum mixtúrum, hvort ykkur finnst þetta að vera að virka eins og ykkur blóðlækna. Nei, ég meina meltingarlækna. En ég finnst bara, nei, ég vissi ekki til að það líst í sérstaklega. Nei. Ragnar, það segir bara. Nei, það virkar ekki. Nei. Eftir þannig að það minnstur það er svo mikla í járni Já, þú þarfst að drekka heila flösku til að fá eitthvað magna járni í já. flösku vatn. Þetta er ekki með líka auðvitað. Það er svo líka að Já, af því þetta, já. Þetta er þetta nýskar ákvörður sem maður áttur á þú sérstaklega hvenær við hvað við ganga átt við að gefa intravenustjórn og hvaða kríteríur að nota því enda notaorðið í huga. Þannig að það var ekki, við ekki hvorki hækka verðtíðinni að líða betur þegar á töflunum. Og það er eitthvað sem við ætlum að finna okkar slóðum með. Og ekki, við erum eftir stóra, mjög mikil leiðbeiningar næsta tíma þú bæti sem það bæri. Já, ég ætlaði bara stuttlega að fara yfir hérna áhættumatsfræðin sem við förum yfir í mæðravendinu og við förum líka í slæmsónarnum hér. Þá erum við í rauninni bara að taka hvort það séu áhættuþættir til staðar fyrir meðgöngu sykursýki og svo skjaldkirtilsjúkdómum og svo hvort að þessi ástæða til þess að mæla með hjartamagnili á meðgöngu. Það er það í fyrirbyggjandi skyni í tengslu við meðgöngueitrun. En ég ætlaði þá að ræða eins meðgöngu sykursýki í rauninni þann fróðleiksmóla hjá þróunarmiðstöðinni það. En meðgöngu sykursýki er þá í rauninni bara skilgreind sem sykursýki sem greinist fyrst á meðgöngunni. Þannig að inni er það ekki sykursýki 1 eða 2 sem greinist fyrir meðgönguna. En skiptir máli að í rauninni skima og finna þessar konur að því að við þurfum að fylgjast meira með þeim og koma í veg fyrir í rauninni fylgikvilla sem tengjast þá aðalega þá þessum þeim sem eru ómeðhöndlaðar. Það er þá aðalega þá óhóflegur vöxtur hjá barninu, verri lungnaþroski hjá því, eykur líkurnar á háþrýstingi og meðgöngueitrun og svo þá æxlaklemmu í fæðingunni. Þetta eru svona helstu áhættuþættirnir sem við erum svona fara yfir þá í þessu áhættumati. Og það er í rauninni nóg að vera með einn áhættuþátt til þess að við séum að skima fyrir meðgöngu sykursýkinni. Þannig að þá er það konur sem eru 40 ára
og eldri eða hafa fætt þungbura, eru með fyrir sögum meðgöngu sykursýki, með BMI yfir 30 eða yfir, sögum axlarklemmu fyrir fæðingu, skert sykurþol fyrir þungunina, uppruna frá Asíu, Afríku, Mið- og Suður-Ameríku og Mið-Austurlöndum og svo að þær hafa ættað sig sykursýki eða meðgöngu sykursýki í fyrsta ættliði. Þetta eru þá þess að við erum að nota til að skima fyrir sykursýkinni. Við erum þá með langtíma sykurinn sem við getum notað fram að 16. viku. Eftir 16. viku þá er það ekki marktækt af því að glúkósi í blóði á þeim tíma meðgöngunni er lágt, þannig að við fáum falskt lágt gildi á langtímasykrinum. En svo er þetta sykurþolspróf sem við notum til að skima fyrir sykursýkinni þá viku 24 til 28 og svo hefur við blóðsykursmælingar. Svo við fyrir bara yfir þá, við byrjum bara á langtímasykrinum, þannig að gildi undir 41 bara er eðlilegt gildi og þeim konum þá bjóðum við bara í sykurþolsprófið á viku 24 til 28. Ef það er milli 41 og 47 þá er það skert sykurþol og þá er það með aukna líkur á að fá meðgöngu sykursýki. Þannig að þær konur viljum við að í rauninni taki blóðsykursmælingar daglega í viku. Og ef þær fá þá einhverja mælingu þar yfir mörkum eru þær meðgöngu sykursýki. Ef það er allt í góðu með alla mælingarnar þá fara þær bara í sama hóp og þess að með eðlilega gildi fara þá bara í skimunina aftur með sykurþolsprófinu. Svo það eru yfir, eða 48 eða yfir langtímasykrinum þá í rauninni er það þá sykursýki 1 eða 2 og þá þarf í rauninni að beina þeim konum í ásérhæfða sykursýkismóttöku. Sykurþolsprófið þá er það í rauninni hvað konur eru við þar, þá er það í rauninni eins og nefndi áðan þessar konur sem eru þá með eðlilega langtímasykur eða með skert sykurþol en hafa með eðlilega blóðsykursmælingar og við bætum við líka þarna konum sem eru 35 til 39 ára og svo er það konur sem eru að koma inn í mæðraverndina eftir 16. viku þegar við getum þá ekki notað langtímasykurinn. Svo getum við notað sykurþolsprófið í rauninni bara ef það eru einkenni til staðar, þá erum við að tala bara tíðþvaglát, mikill þorsti og ef það er aukið legvatn í ómun, þá við getum notað það að 34. viku sykurþolsprófið. Þetta eru þá greiningarviðmiðin úr því prófi, þannig að nóg að fá eina mælingu yfir þessi mörg til þess að fá greininguna. En ef við erum með svona þessi gildi þá fastandi blóðsykur 7 eða hærra eða 2 klukkustundum eftir sykurþolsprófi er 11,1 yfir þá grunar okkur sykursýki 1 eða 2 og viljum þá senda þær sykursýkismóttökur. Blóðsykursmælingarnar þá erum við með að þær taki mælingu daglega í 1 viku og það eru 4 sinnum á dag. Það er 1 fastandi mæling og 3 mælingar í tengslu við máltíðir. Það er 1 klukkustund eftir uppaf máltíðar, það er svo aðal 3 máltíðir. Og konurnar sem við erum að þá, þetta er þá þessar skert sykurþolið, konur sem hafa farið í efnaskipta aðgerðir, konur sem voru á metformini fyrir eða í upphafi meðgöngunnar af því að við getum í rauninni ekki tekið þá eins og langtímasykurinn hjá þeim og bara konur sem treysta sér ekki sykurþolsprófi til eins og það var ógleði eða öðru og svo þá það eru gengna 34 vikur af mér. Þetta eru þá gildin hér og nú ein mæling til þess að fá greininguna á meðgöngu sykursýki og það er á meðferðin. Grunnurinn í rauninni á meðferðinni er þá í rauninni hreyfing, mataræði og blóðsykursmælingar. Það sem skiptir mestu máli er þá mataræði sem er þá fjölbreytt og hollt og er þá verið miðað við ráðleggingar frá embætti landlæknis mataræði og meðgöngu en svo líka þróunarmiðstöðin með sérstaklega leiðbeiningar fyrir konur með meðgöngu sykursýki
sem er hægt að fara yfir með konunni. Það er mælt með daglegri hreyfingu minnst 30 mínútum á dag. Það hefur skiptir miklu varðandi blóðsykurinn og svo, já, mælingarnar reglulega. Þá er hérna meðferðarmarkmiðin þarna, kvartandi blóðsykur sé undir 5,6 og blóðsykur eftir máltíð sé hérna 7,8. Við höfum þá metformín og insúlín sem lyfjameðferð og við nú rauninni þá notum það ef að meðferðarmarkmiðin nást ekki og við erum á einni viku að fá mælingar 4 eða fleiri af það svo 28, ekki 29. Svo eru yfirmörkum, þá þurfum við að hugsa það. Við byrjum oftast bara á metformíni á 500 mg og svo getum við á 3-5 daga fresti bætt við einni töflu og að í rauninni þá 1000 mg 2 á dag. Í rauninni ef að meðferðarmarkmiðunum ekki náð á þeim skammti. En það er ekki nóg, þá getum við bætt við insúlíni. Ef að blóðsykursmælingarnar fastandi eru yfir meðferðarmörkum þá bætum við 4 einingum á langvirku insúlíni. Þá er þetta 2-3 daga í röð og sama með þá blóðsykurinn eftir máltíð og ef það reynist vera yfir mörkum 2-3 daga í röð þá er það sem sagt 4 einingar skjótvirku eftir þær máltíðir sem eru með það háar blóðsykri. Ef að blóðsykursmælingarnar eru mjög rokkandi og það er ekkert ákveðið munstur sem maður sér á mælingunum, þá er mælt með því að fá ráðgjöf hjá sérfræðingi þá á Landspítalanum eða öðrum sérfræðingum. Já. Já, það er hérna, já, ef að konur þola illa metformín þá er líka hægt að setja bara á insúlín og þá nákvæmlega sama máta. En já, og svo getur maður á heilsugæslunni verið með konur alveg sem eru metformín á insúlíni en leiður komnar 8 einingar yfir daginn eða meira þá bara beina þeim í rauninni á sykursmóttökurnar á Landspítalanum. Já. Eða á viðkomandi heilbrigðisstofnun. Já. Móttökurnar þar. Já. Það er búin. Spurningar. Já. Ég er með spurningu tvær. Fyrsta er hérna með sykursykursáhættu matið. Er axlarklemma sjálfstæð áhættuþáttur fyrir það? Fyrir að þessu sykursýki? Alveg klárlega. En tengt að það er einhvern stærri börn. Þarna getur verið erfitt að ná í sundur. En þetta er út af því það virðist vera að það sé ekki bara þyngdin heldur að sykursýki sem er vangreindu fyrir meðgöngu, hún breyti einhvern veginn hlutfallinu milli axla og höfuðs og þessi meiri hætta. Það er sjálfna átt. Og seinni spurningin er með lyfjameðferðina, er þá allt bara fyrstu línu það metformín og annarra línu insúlín? Það er einhver aðra töflur sem við notum? Nei. Annars? Takk fyrir. Hver er árangurinn af þessum meðferðarleiðbeiningum, mataræði og hreyfing? Ég þekki það ekki alveg. Yngvar þekkir þá getur svarað svolítið bara gullfrúni. Það er búin að sjá þetta ég ætlum bara að tekja fram Yngvar er búin að sjá þetta, sjá þess að koma hjá okkur Yngvar, 30 ár, 20 ár. Já, og kann þetta veit þetta betur en okkur annar hér inni, hvernig er að hjálpa að koma. Og það er ákveðið vandamál hérna. Við höfum ekki haft næringarráðgjöf hér með þetta hérna áfram. Það er svona afskaplega útstætt út frá næringarráðgjöf sem þessi konur fá þá kannski verið lagt skyldi. Hreyfingu, það er ennþá að vera fórst það. Því það er leiðmenn fólki fara út á 30 mínútur á dag, en hvert er fengið rétti. Og við vitum veginn að þetta með þetta er léleg. Í miður. Það er engin einhver lausn á því. En ef ég má svara einu að það er sem að mæla sig, mér finnst margar geta haldið sér á mataræðastöðu. Og það er fá svona því að vera að mæla sig og þá sjá þær, þú veist, ef ég borða þetta í morgunmat, þá fer ég svo hátt upp.
En ef ég fæ mér ekki með, að þá fer ég ekki jafn, þannig að það læra rosalega mikið á því að mæla sig. Af því að þá geta þær bara fylgst með því hvað það eiga á ekki. En svo getur náttúrulega bara rosalega lítið, svefn, mikið álag og annað, að þá voru þær að borða alveg það sama sem þær hafa verið að borða, en hækka það. Þannig að það sjá hvað líka. Þannig að stórhlutin á mataræðistinni. Það sem í heilsugæslunni það er ljóst að við fylgjast það með og svo þegar það eru komnar yfir þessi skilmerki hvað þessi meðferð þá hefur að verið í gegnum árið þá hefur farið til Ingvars sem taka það áfram. Með mann þá finnst ég í samverð Ingvar en þá er Ingvar með til að hvort það þurfa að fara virkina meðferð og stjórna meðferð. En nú náttúrulega eru breytingar og með þessu leiðbeiningu þá og líka við sjáum fram að það breytingar hér að hvorki Ingvar en ég fleiri meira yfir og það verða breytingar og þannig heilsugæslan að taka meira yfir á þessu núna og fylgja meira frá þessum leiðbeiningum. Ég sé að við Bjarstaddir hérna ætlum að sjá hvernig ég ætlir Sólveig, við það er mjöta þig Sólveig. Já, heyrist í mér. Heyrist núna, gjör svo. Já, þetta er bara mjög áhugavert og mér langar bara pínu af því að nú er náttúrulega lífsstílsmóttakan að stækka á heilsugæslunni og talandi svona eitthvað sem að þarf að huga til framtíðar, þá náttúrulega eru líka tölur sem sýna að konur sem að greinast með meðgöngusykursýki eru mjög líklegri til þess að greinast á, ef það eru ekki þegar á forstigum sykursýki, að þróa með þessi sykursýki í framhaldinu. Þannig að er einhver vangavelta að lífsstílsmóttakan komi, þetta verður að vera áhættumeðgangan í eftirlit upp á mæðra hjá ykkur upp á fæðingardeildinni, en er einhver vangavelta að taka lífsstílsmóttökuna bara inn í prímert og vera þá búin að tengja þessar konur við úrræði sem mögulega getur þá fylgt þeim áfram eftir að barnið er komið í heiminn? Ingvar kom, ég get sett kannski mikrofónin á salin býta aðeins til að sjá hvort það sé. Ok, þetta er þekkt vandamál með meðgöngusykursýki, hvað verður með framhaldið, hvað verður með eftirlit langtíma eftirfylgni eftir að barnið er fætt. Og þarna vitum við að áhættan á að konur fari í sykursýki tegund 2 aukin, hættan á þær í aftur að fá meðgöngusykursýki aftur og seinni meðgöngum, hún aukin, en það er erfitt að gera mikið í því að það sýnir sig að meðferðarhefnin með eftirfylgni eftir fæðingu, hún léleg. Þetta er alveg vandamál. Það er æskilegt að finna þeim á lífsstílsmóttöku, en hvort meðferðarhefnin er í lagi, það er annað mál og erlendar rannsóknir benda svo sé mjög oft ekki. Akkúrat. Einhverjar fleiri spurningar á staði á fjarskiptum? Já, aftast, já, Björnsveig? Já, það er ef það enda opið fyrir spurningar á hemoglóbínu, þá er ég með eina vangaveltu að pælingi þar, viðmiðunarmörkin, þannig að lágmarksgildi, ég gerir mig grein fyrir að það er væntanlega tekið bara nógu mikið af konum sem að eru taldar heilbrigðar og tekið eitthvað svona ákveðið normalgildi til þess að átta sig hvað á að vera lágmarkið, en og maður kannski vill ná þeim á leiðinni niður og það er kannski eðlilegt að sé með lækkandi áfram. Þess vegna segir að það er hærra lágmark hjá þeim sem eru komin að styttra á meðgöngunni. En spurningin er að þessi, þarf maður minna blóð þegar maður er komið lengra á meðgöngu? Ef maður sætti sig við normalgildi 110, hvað var það, 12 vökunar og lægra við 20 eitthvað vökunar. Minni þörf á rauðu blóðkornunum per millilítur eða er þetta bara til þess að gradera fallið á meðgöngu? Lífeðlisfræðin meðgöngu er alveg dásamleg. Ótrúlegt kerfi. Eins og bent var á áðan að það er umlega miklu meira rauðum blóðkornum á seinni meðgöngu undir nokkuð tíma en konan er ekki þungu, en það er bara þynningareffekt af það. Og svo verður líka muna að cardiac output eykst gríðarlega.
Þannig að það er, ef ég man rétt, þá breytist líka, hvað heitir það, dífosfót, 2, 3 eða hvað heitir. Það er líka breytinga þar í kurvunni sem að hemoglóbin, súrefni helst fast. Þannig að þannig sig er þetta þola lægri þéttni. Þú mútt vera ég er býsna slappur á 105 eða 110. Þannig að það er ýmsir mekaniskar í gangi sem að kompensera. Ef ég held þetta sé svarið sem að kannski besta. Já, fyrir þessturinn. Skilur ég bjóðið þið öllum konum sykurþolsprófur að bara yfir 35 og svo vitið þið hversu margar þiggja að koma í sykurþolspróf? Já, það er átti verið með þessa 8 þætti. Sérti, það er 8 þættir til að skima við 16 vikum, undir 16 vikum. Það er allir 8 þættir. Svo og þá er teknir út það sem eru með hátt langtíma. Svo fara allar sem eru með áhættu þætti og svo það er það skrýtna við það, fara allar með áhættu þætti í sykurþolspróf en þá fara líka þær í sykurþolspróf sem eru milli 35 og 40. Það bætist við. Þannig að þó þú segir ekki með áhættu þátt, eftir 35, þá ferði sykur. 35 ára þá það tala sjálfstæðar áhættu. En hver er mætingin það? Vitið það? Ég kann 90%, 2%. Ég er nokkur af þeim ljósmæður sem getur svarað okkur. Ég held að það sé nú gott. Ok. Fleiri spurningar? Ég var ekki fjarstaddur. Nei. Það er bara takk fyrir kærlega fyrir.